Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 31 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem að ég hef verið að forðast aðeins að tala eða hef geymt að tala frekar lengi vegna þess hversu vítt þetta viðfangsefni er og að það krefðist eflaust einhverjar heimavinnu frá mér til þess að geta fullyrt einhverja hluti þetta. En ég ætla þá frekar bara að stikla á stóru, an idiom meaning to go over the major points, í gegnum það sem að ég þekki og veit og kem svo bara með mína eigin skoðun. En viðfangsefnið er þá íslensk tónlist og þá kannski íslensk tónlist í alþjóðasamhengi. Það er að segja sú tónlist sem að náði að komast frá Íslandi og að verða heimsfræg. Þannig að Ísland varð að einhverju frægu batteríi hvað varðar tónlistarframleiðslu. Það verður mjög erfitt að reyna að finna einhvern byrjunarpunkt til að tala sem er eitthvað sem myndi lýsa hvar íslensk tónlistarmenning hófst. Þannig að frekar en að fara að tala einhverja almenna tónlistarsögu Íslands, þá fer ég frekar bara í að segja frá því af hverju það er erfitt. Og það er vegna þess að það er mjög lítil menning á Íslandi fyrir hljóðfæra tónlist í gegnum aldirnar. Það eru til dæmi einhver hljóðfæri sem að Íslendingar spiluðu á og sum sem að heita sér íslensk hljóðfæri og þar má telja eitthvað sem að heitir langspil sem er svona eins og fiðla sem að liggur á borði. En annars eigum við frekar lítið af hljóðfæratónlist og litla menningu og forsögu af hljóðfæra leikurum á Íslandi og núna áður en einhverjir Íslendingar eða vel þekkjandi fólk fer að brjálast út í mig, þá myndi ég segja að þetta sé lítið miðað við flesta nágranna okkar í Evrópu. En í Evrópu var að sjálfsögðu mikið af bæði hljóðfæra tónlist í þjóðlaga tónlist og líka innan kirkjunnar og svo það sem að heitir svo klassísk tónlist. Þar sem að ungir tónlistarmenn náðu að verða ótrúlega flinkir og tónskáld ótrúlega klár í að mynda margratta tónverk. Þetta eiga Íslendingar ekki í sinni forsögu. Þess í stað áttum við ljóðlistina og það sem að þarf að bæta við hugmyndinni ljóðlistina sem okkar aðal listform sem við höfum átt í gegnum aldirnar. Það þarf að taka það fram að mörg hver af þessum ljóðum voru sungin og þá á mjög einstaka máta. Það var mjög sjaldan að það væri hægt að bera það saman við evrópska staðla hvernig skyldi skipta upp tónum upp í ákveðin tónbil eða að fylgja
ákveðinni hrynjandi a certain rhythm og að fylgja einhvers konar hljómgrunni. Það eru til einhverjar upptökur af annað hvort ljóðskáldum og ljóðþekkjandi gömlu fólki sem var tekið upp fyrir mörgum áratugum síðan sem að sungu þessi ljóð eftir eigin nefi á þennan sérkennilega máta og eftir að hafa kynnst aðeins af meiri þjóðlega tónlist þá líkist þetta ljóðsöngform, þetta eina gamla tónlistarform sem Íslendingar eiga, grænlenskri tónlist frekar mikið. Það að segja að hvernig grænlendingar fara með sína texta og sína tónlist líkist íslenskri ljóðlistar tónlist upp að einhverju marki. En hvað gerist svo? Því að í kringum aldamótin og kannski á áratugunum upp úr 20. öldinni, þá kannski 1930 og 1940, þá byrjar Ísland að komast í meira samband við umheiminn en það kannski gerði áður. Ísland fær fullveldi 1918 og er þá hætt að vera jafn háð Dönum og byrjar að vera líflegra þjóðfélag og kemst í annars konar tæri við menningarkimana í kringum sig. Og Íslendingar kynnast þá tónlistarmenningu Norðurlanda og þá sérstaklega Noregi og Danmörku, þar sem að harmonikan er orðin nokkuð vinsælt hljóðfæri. Harmonica is then accordion. Þannig að það varð mjög vinsælt hljóðfæri og mjög vinsæl tónlist þeirra sem að stunduðu sjóinn sérstaklega. Those who practiced the sea. So fishermen. Þannig að á þessum tíma í kringum 1930 til 1950 og kannski upp í 60 og jafnvel aðeins lengur, þá var harmonikan og harmonikutónlist mjög vinsæl og sumir harmonikuleikurar urðu ótrúlega flinkir. Auðvitað var líka til fullt af fólki sem að kunni ekki að spila svo vel. Ein dramatísk saga sem að mér hefur verið sögð hvernig var farið með harmonikuleikara var að þegar að eitthvað skip með fullt af sjómönnum komst í höfn, þá varð að halda ball, to throw a ball. Ef að einn kunni 2 hljóma á harmoniku, þá var hann fenginn til þess að spila fyrir dansi í fleiri klukkutíma og þegar honum fór að leiðast það, þá hellti fólk hann bara fullari og fullari, got him drunker and drunker. Og ef hann fór að gefast upp á því að geta spilað eða jafnvel geta bara staðið í lappirnar, þá var hann bara hengdur upp á snaga og látin spila út alla nóttina, svo lengi sem hann gat andað. Þannig að þá byrjar þessi hljóðfæraleikara menning Íslendinga. Auðvitað urðu einhverjir lunknir gítarleikarar líka og reyndu að spila undir fjöldasöng eftir sið sem að eru komnir til landsins að hluta til frá Danmörku, þar sem að tónskáld eins og Carl Nielsen unnu ekki bara í því að búa til flóknar tónsmíðar eins og var siður fyrir á 20. öldinni, heldur vildi hann líka semja tónlist sem að var fyrir almenning og fór þá að leggja áherslu á að semja sönglög
sem að fólk gat þá spilað og sungið heima hjá sér. Og þessi hugmynd vatt nokkuð mikið upp á sig innan Evrópu og þá sérstaklega Norður-Evrópu. Og svo kom rockið. Beatla-æðið, The Beatlemania, náði vissulega og sannarlega til Íslands og íslenskir unglingar voru ólmir í það að komast fram hjá því sem að var úrelt og gamaldags. Þannig að það urðu snögg hvörf og snögg breyting frá þessari vel ræktuðu og vel uppkomnu menningu fyrir harmoníkutónlist og var næstum því skipt út fyrir rockið, allavega hjá ungu kynslóðinni. Hin sem eru eldri og íhaldssamari héldu í sinn sið með harmoníkuna, en þau hin fóru beint í rockið. Og þá urðu til mjög lungnir og hæfir sjálflærðir tónlistarmenn sem að stofnuðu rock hljómsveitir eins og Hljóma og Dáta. En þetta náði ekki mikið út fyrir íslensku landsteinana. En þessi bylgja hafði það í kjölfar með sér að næstu kynslóðir og þá kannski unglingarnir og börnin sem að ólust upp við að hlusta á íslenska rocktónlist eða að komast í tæri við þau hljóðfæri sem að voru þá komin til landsins, að þeir fóru að leika sér með að gera eitthvað flóknara, að vilja verða betri, að komast upp á hærri stig hljóðfæraleiks. Þarna var íslenskur metnaður kominn í bland við nýsköpunarvilja og upp úr því varð til lítil bylgja af hljómsveitum sem að vildu sækja lengra. Til að nefna hljómsveit sem að náði líka helst bara til Íslendinga, þá var það hljómsveit eins og Stuðmenn, en þeir sungu líka helst á íslensku. En það er líka til hljómsveit sem að er kannski sú fyrsta sem að sló í gegn á alþjóðavettvangi, sem að var hljómsveit sem að er mönnuð af ungu hæfileikaríku tónlistarfólki sem að einmitt söng ekki á íslensku. Þau sungu ekki yfir höfuð. Þetta var eingöngu hljóðfæra tónlist sem var spiluð. It's an instrumental group. Og þessi hljómsveit heitir Mezzoforte. Og þeir eru í rauninni þeir fyrstu sem að ná að komast út fyrir Ísland upp að stóru marki. Þeir fóru að taka upp tónlistarmyndbönd sem að voru flutt á MTV og þeir komu fram í sjónvarpsþættinum Top of the Pops á BBC. En þeir voru þá líka að spila tónlist sem að passaði mjög vel í þann anda sem að heimurinn var komin í. Við erum þá að tala lok 9. áratugs og upphaf 10. áratugarins. Þar sem að fusion tónlist var að ná að verða popaðari og jazzskotin tónlist var að ná spilun á fleiri útvarpsstöðum sem að spiluðu Muzak. Þannig að það mætti færa rök fyrir því að við höfum náð að komast út fyrir landsteinana og komast á alþjóðamarkað þegar að við fórum að gera eitthvað sem að var kannski orðið nýstárlegt. Something that was new in fashion. Eða heitti einmitt í rétt mark á réttum tíma. Nú verð ég að segja frá því og brjóta aðeins the continuity hérna.
ég að taka þetta upp eftir að ég kláraði að taka upp allan þáttinn, en þetta hefur verið lengsta upptakan sem að ég hef gert nokkur tíma í einu allavega, og það sýnir sig að þetta efni dugar í 2 hluta, þannig að ég ætla að fá að skipta þessum þætti upp í 2 og að þetta sem þú ert þá að hlusta á er fyrri hlutin og í næstu viku kemur þá seinni hlutin. Þannig að ég ætla að enda þetta núna. Ef að þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og ég vona að þú komir í næstu viku til að hlusta á framhaldið eftir þennan cliffhanger sem að ég hef náð að búa til hérna án þess að reyna. Og jú, það er ekki til íslenskt orð fyrir cliffhanger, en það er það Hollywood klysja. En þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.